Útsalan í fullum gangi, jóðum jóð og djós. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Umfjöllunarefni í dag verða kraftlyftingar og hingað til mín í settið ég komið Íslandsmeistarann í kraftlyftingum og íþróttakarl Akureyrar 2018, Viktor Samúelsson, velkomin. Takk. Bara til að byrja með til hamingju með þennan titil íþróttakarl Akureyrar. Þú þekkir þetta samt, þú hefur verið íþróttamaður Akureyrar 3 sinnum. Já, í 3. skipti núna, 2015 og 16 og svo núna 2018. Þú veist að segja við mig hérna fyrir viðtalið að þú ættir ekki sérstaklega vona á þessu? Nei, ég ég kannski bara fylgjast með mínu sporti og mjög lítið að fylgjast með íþróttum. Þannig að það hefði ekki komið neitt óvart ef einhver annar hefði verið með góðan árangur á árinu og hefði unnið, sko. Og svo spilaði líka inn í að þú varst ekki alveg nógu sáttur með svona hvernig það gengi undir lok árs og það kemur svona keppnisskap í þér inn. Já, það kannski svona litar allt árið, svona lokin að ganga svona illa í lok árs á heimsmeistaramótinu. Þannig að ég einhvern veginn bara, mér fannst þetta vera svo ómerkilegt á mig þá, en ég mjög glaður með þetta samt, sko. Og ganga illa á heimsmeistaramótinu, það þýðir 8. sæti samt? Já, 8. sæti. Og það er mjög stutt á milli sæta, þannig svona frá 4. og niður í alveg 10. sko. Þannig að það þarf lítið að klikka til þess að maður færi niður mörg sæti, eða upp, sko. Þessi stóru mót á árinu, það er þarna EM, þú ert þar í 4. sæti. Já. Og Western European Championship. Já, vestur-Evrumót. Já, og svo það HM, það 8. sæti, þannig að ef við lítum yfir allt árið þá þetta nú mjög góður árangur. Já, þetta er fínt, sko. Ég bara kannski hafði meira svona væntingar til sjálfs mín, sko. Þannig að maður ekkert sáttur þegar það gengur ekki allt upp. Síðan lítum við yfir þessar helstu greinar í kraftlyftingunum, bekkpressan, réttstöðulyftan og hnébeygjan. Þar í samanlögu þá ert þú í 1010 kílóum og síðast þegar ég athugaði þá það bara tonn. Já, og aðeins yfir mér. Ég hef alveg tekið tonnið oft áður, sko, en það hérna, já, svo svona ekstra mikið barátta að komast yfir það, sko. Svona þegar maður komið á þennan stað. Og þessi 1010, ég var að stefna miklu meira en 1010, sko. Þannig að maður kannski ekki heldur sáttur með það, en svona eftir það þá þetta fínt. En þetta ekki einmitt hugafæri sem maður þarf til þess að ná langt bara almennt í íþróttum að maður kannski ekki endilega sáttur, maður setur sér ákveðið markmið og ekki sáttur nema á þeim? Jú, algjörlega. Og margir sem kannski ná einhverju markmiðum og svo verður svona spennufall og svo kannski margir mánuðir ár þannig að menn svona ná haus aftur, sko. En að lyfta tonni, sko, ég að reyna að ímynda mér þetta og á bara dálítið erfitt með það, þetta hlýtur að vera þvílítið álag á allan líkamann. Já, þetta er það, sko, en maður byrjar á kannski 700 og svo, eða eitthvað miklu minna það, 500 og svo 600 og svo 700, þetta er allt svona, þetta byggir bara upp hægt og rólega. Ég keppti fyrst fyrir alveg 10 árum síðan, þannig að þetta er búið að vera langur tími sem maður að taka að komast á þennan stað. Þú er búin að vera lengi í þessu sporti, til ég að segja okkur aðeins frá því, hvernig komst þú inn í þetta sport? Ég var á handbolta og byrjaði að lyfta bara sem krakki með mömmu og svo sjálfur þegar ég var 15-14 og svo einhvern veginn fannst mér skemmtilegra að fara á lyftingaræfingu heldur en að fara á handboltaæfingu og svo hætti ég handboltanum bara þegar mér langaði að einbeita mér að lyfta. Ekkert að spá ég að keppa neitt, sko. Bara mest að gaman. Og svo bara var ég ágætur í því allavega þá, sko, ég veit ekki hvort ég væri eitthvað efnilegur í dag, svona ef ég verið með tölunum sem ég var með sem krakki. En já, svo bara hægt og rólega hélt ég áfram að keppa og næsta mót og svo búið að keppa erlendis og svo hefur þetta bara verið núna mitt líf í 10 ár. Snýst allt þetta. Þú verður svona ákveðin stígandi og hérna á Akureyri líka, það búið að vera síðustu ár mikill stígandi í kraftlyftingafélagi Akureyrar. Já, algjörlega. Það er hérna bara stoltur af þessu félagi. Við erum búin að byggja þetta upp svona í sameiningu og komið á fína staða núna og alltaf ganga betur og krakkar svona sem byrjuðu að æfa hjá okkur og voru ekki að gera neitt á undan eru núna komin á svona farin að keppa alþjóðlega og það er gaman að svona sjá uppskeruna. Þegar þú ert að tala krakka og unglingastarfi í kraftlyftingum, hvernig byrjar maður á að þjálfa krakka í kraftlyftingum? Sko það eru rosa margir hérna krakkar sem kannski finna sig ekki í öðrum íþróttum. Þeir svona tínast inn og þetta er svona,
ég veit, maður er kannski að byggja upp svona áhugan hjá þessum krökkum bara. Fyrst bara kenna þeim að beita sér og hvernig þeim að hreyfa sig. Og svo svona, kannski finnst allt í einu eða að æfa í nokkra mánuði og taka kannski 40 kg í backpressu eða eitthvað og þeim finnst það bara merkilegt. Og svo langar að taka 45 næst. Og já, svo bara kolli. Svo bara svona, það er ákveðin svona karakter sem festist í þessu. Þetta er svona eins og í crossfitinu og þessum rauna íþróttum, þú sérð framfærirnar bara svart á hvítu á blaðinu, þú lyftir aðeins meira en síðast. Já, þetta er bara mjög erfitt það er ekkert hægt að ljúga sjálfum sér. Nema þú segir sjálfum þig bara að þú er átt slæma dag eða eitthvað, en þetta er alveg svart á hvítu hvað þú ert að gera, sko. En það er mikilvægast í þessu, það eru undirstöðurnar að beita sér rétt. Já, sérstaklega svona að kenna krökkum hvernig það er enginn að spá inn einu þyngdum. Ég er að þjálfa, ég er með krakkaæfingar 2 í viku sem ég þjálfa sjálfur og við erum ekkert að spá inn einu þyngdum. Þetta er bara að þú náir að læra hvernig þú ert að hreyfa þig og hvernig þú ert að beygja þig niður og bara fyrir allt, bara hvað sem er. Þegar við tölum krakka þarna, hvaða aldur eru það að tala um? Þetta er alveg 11 til 13 ára krakkar og sumir yngri og eldri krakkarnir koma oftast í bara með fullorðna fólkinu. Og þetta er það sem þú gerir, þetta er þín atvinna, er að þjálfa og þrífast þarna upp í kraftlyftingafélaginu? Já, þetta er eitthvað sem ég hef gert bara núna í 5-6 ár, sem er bara snillt, gaman að gera eitthvað svona, ekki bara vera að vinna í búð einhvers þar. Og það var mikið eins og á þessu ári, það var Norðurlandamót hérna á Akureyri og þú komst aldrei mikið að þessu móti? Já, við vorum svona kraftlyftingafélagi, sáum þetta allt saman og það þarf við erum ekki með neitt svona keppnisvöll, þannig að það þarf að flytja öll lóðin og alla rekkana og keppnispallinn. Það þarf að flytja það allt og það þarf bara að gerast á einu sólarhring sem það þarf að búin að flytja og setja allt upp. Þannig að það voru margir mjög þreyttir eftir þetta mót, ekki bara keppendur. Og þar á meðal þarna varst þú í svolítið öðruvísi hlutverki? Já, þarna var þetta var unglingamót, þannig að ég var komin upp úr því. Ég var bara að setja upp þarna langt fram á nótt og svo byrjuðum við morguninn klukkan 8 og vorum til 8 eða eitthvað að hlaða pönnum á stöng og tók mjög á. Það 25 kíló plötur alveg bara trekk í trekk allan daginn? Já, bara eins hratt og hægt er, sko. En við vorum með bara mjög góða sjálfboðaliða og það hefði aldrei gengið upp ef það bara verið ég og 2 aðrir, sko. Þetta var alveg góður hópur sem að hjálpaði þarna til. Og þetta mót, það gekk vel og sjáu það ekki fleiri mót líka koma hingað norður? Jú, okkur er búin að boðið núna að halda stærri mót. Þannig að það þarf bara að skoða hvort það sé hægt að manna það aftur, hvort það sé fólk sé tilbúið að leggja þetta á sig upp á nýtt. En það er alltaf bara frábært að fá þessi viðurkenningu að vera búið og fólk er ánægð með móti, vera búið að halda svona stærri mót. Þú, eins og segir, þú lifir og hrærist í þessum heimi, þarna upp í kraftlyftingafélagi. Þú æfir og borðar og lifir bara eins og kraftlyftingamaður allan daginn. Já, þetta er það sem ég geri og hugsa og svona það sem ég langar að gera bara í lífinu, sko. Hvernig, ef þú fer aðeins í einu daginn, hvað er þetta langar æfingar og einhver tími fer nú í að undirbúa máltíðir? Já, þetta er bara, ég fer á æfingu oftast klukkan 10 til 12, svo fer ég heim og elda með mat til rúmlega 1 og svo fer ég aftur upp í kraftlyftingafélag klukkan 2:30 og er að þjálfa og þrífa, svo tek ég æfingu sjálfur kvöldið, þannig þetta eru alveg 5 tímar á æfingum, rúmlega það á dag, sko. Og svo kannski daginn eftir er bara létt æfing til þess að jafna sig og svo aftur daginn eftir svona langur dagur. Og matur sem þú ert að borða, þetta er nú ekkert megrunarfæði, þú lítur að þurfa að borða dálítið vel. Já, algjörlega. Ég þarf að ég reiknaði einhvern tímann í kringum svona 5.000 hittæningar og svona ef ég fer eitthvað fyrir neðan það, þá léttist ég frekar hratt og er búin að vera léttast núna svolítið síðan að síðasta keppnisári lauk, þannig að ég þarf svona að vinna mig upp aftur. Þetta er náttúrulega einstaklingsíþrótt, þannig að þú getur bara treyst á sjálfa þig og það sem þú gerir. Já, maður þarf svolítið að taka þetta í hendurna sjálfur, en ég er með góða þjálfara og bara kraftlyftingafélagið sér mjög vel mig, sko. Þannig að ég held ég hafi það miklu betur en margir aðrir sem er í svona einstaklingsíþróttum, sko. Og eins og hópíþróttunum, sko, þó maður svindli aðeins sjálfur á sjálfum sér og á mataræðinu og svefninum, þá er liðið til þess að bakka mann upp, en þegar þú svindla þá kemur það bara niður á því að þú ert ekki að lyfta eins vel. Já, en ég veit það líka ef mér gengur vel að þá gekk mér vel, ekki í neinum öðrum, sko. Ef við horfum aðeins yfir næsta ár, þú lítur að setja þér einhver ákveðið markmið. Já,
algjörlega. Ég er með svona tölur sem ég langar að taka. Ég var aðalega að spá í því, ég lít að spá í svona hvar það kemur mér á pall, sko. Það eiginlega bara kemur í ljós á mótsdag. Maður veit aldrei hvaða keppendur mæta og hvernig þeim gengur. Sumir meiðast og sumir eiga góðan dag og slæma dag. Þannig að ég myndi frekar bara, ef ég tek mína tölur og enda í 10. sæti, þá er ég alveg jafn sáttur og sko, ef ég myndi lenda einhverju ofar, sko. Þannig að hver setur þessa tölur? Er þetta bara þú eða þú og þjálfarinn? Já, ég og svona þjálfarinn minn, við gerum þetta saman, sko. En þetta já, ég veit hvað mér langar að taka. Þannig að ef hann myndi segja mér að taka eitthvað minna, þá myndi ég veit ekki hvort ég myndi að hlusta á hann, en ég myndi kannski, sko. Er þetta mörg mót yfir árið sem stefnir á? Nei, ég hef alveg keppt, sko, miklu oftar. En það er aðalega kannski bara svona þegar maður er að reyna að byrja og sanna sig einhvern veginn og maður eigi réttindi á, eða svona, eigi erindi á þessi mót, þá kannski kepp maður oftar. Og svo maður meira núna bara að reyna að toppa á þessum stóru mótum, EM og HM. Og svo tek ég Íslandsmótið og kannski svona einhver minni mót bara inn í bara æfinga uppkeyrslu, án þess að taka neina hvíld eða stefna neitt sérstaklega á það, sko. Svo er eins og með þetta sport, þetta litast dálítið af ákveðnum fordómum og við sem að fylgjumst kannski minna með erum að rugla þessu saman. Það er þarna sterkasti maður heims og svo er crossfit og fitness og kraftlýtingar. Þetta er bara margt ólíkt og ekkert sömu íþróttirnar. Nei, alls ekki. Þetta er svo margt skylt með þessum greinum. Það er mikið ólympískum inn í crossfitinu og mikið af bara svona fólk sér bara lóð og tengir þetta allt saman í eitt graut, sko. En já, þetta er eins ólíkt og handbolti og fótbolti, þó sé bolti í báðu, sko. Og í þínu sporti það er lyfjaprófað og það er lyfjaprófað mjög reglulega. Já, þetta er bara undir íþrótta- og ólympíusambandinu, bara eins og allar aðrar íþróttir, sko. Ekki crossfitið, ekki afbrauðinnar, ólympískar kraftlýtingar eru inn í þessu. Þetta orð á sér, margir hugsa bara stera hausa, einhver vöðvatröll, þannig að eins og þú varst að tala fyrir viðtalið að þú lenti því að þurfa svona að rökstyðja það að þú sért ekki að nota svona. Já, algjörlega, og svona, þetta er kannski minna núna, það er svona jákvæð umfjöllun þegar það gengur vel og ekkert verið mikið af einhverju svona lyfjamisfelli í svona ekkert óbyrlega í fjölmiðlum, sko. En já, til að byrja með þá þurfti maður mikið svona, og bara fyrir mömmu og pappa, svona útskýra fyrir þeim hvað þetta væri, sko. Þau tengdu þetta bara við einhverja stóra kalla sem voru á sterum, sko. Og það er náttúrulega tvennt ólíkt, kall sem er stór kall á sterum að lyfta tonni, það er ekkert það sama og lyfta tonni án þess. Nei, þetta er ekkert skylt. Það má taka alveg nokkur 100 kíló af og bera það svo saman svoleiðis, sko. En núna, þú ert 8. á heimslistanum. Já. Ef þú ferð aðeins yfir þetta, hvað þýðir það? Ég held ég verið í 5. sæti fyrir það, þannig að það þýðir bara að ég þurfa að koma mér óvar, sko. Ég er já, mér langar að vera heimsmeistari og ætla að vera heimsmeistari áður en ég reyna að hugsa hvað ég ætla að gera annað í lífinu, sko. Þannig að ég þarf bara að mjaka mér upp listan hægt og rólega og bara halda áfram að einbeita mér að það sem ég er að gera. Mæta svo bara á mót og það kemur í ljós hvað það skila mér. Ég er full að trúa ef ég legg mig alla fram, þá mun ég vera bestur, sko. Aldurinn í þessu sporti, einhvern tímann hljóta nú liðirnir og það að fara að segja eitthvað. Já, en hann er nú ansi langur samt, sko. Já. Það er alveg, menn bara toppa milli 30 og 40, sko. Svona miðað við það sem er núna, sko. Þannig að þú ert nóg eftir? Ég á nóg eftir og myndi halda áfram hvort sem að ég ætti nóg eftir eða ekki, sko. Og stefnir langt? Algjörlega. Það var gaman að fylgjast með. Takk kærlega fyrir spjallið, Viktor. Takk. Við kíkjum aðeins yfir auglýsingar og hérna eftir þær kemur íþróttakona Akureyrar, hún Hulda. Fylgjast með því. Útsalan er í fullum gangi. Jóðum jóð og djós.